En við ætlum að byrja á nöturlegum heimi læknadópsins og lyfjafíklana. 19 ára stúlka, sprautufíkill, smituð af HIV og lifrarbólgu C, háir nú harða baráttu hver dag við að útvega sér læknadóp. Í dag sprautar hún sig mörgu sinnum á dag með rítalínu og morfíni og móðir hennar óttast að hver dagur geti verið sá síðasti. Við vörum viðkvæma mjög eindreiði myndum í þessari umfjöllun, en bendum leið á þá staðreynd að þarna 19 ára stúlka á endastöð neyslunar, neyslu sem byrjaði á hefðbundinn hátt með áfengi og kannabisefnum. Og þótt myndirnar séu óhugnalegar, þá teljum við nauðsynlegt að birta þær því þær segja meira en mörg orð þennan harða heim sem flestum hulinn. Það hefur orðið sprenging í HIV-smitum hjá sprautufíklum á Íslandi á þessu ári og grunir menn fleiri fíkla sem smitaðir. Við skyggnumst inn á deild 15 á Kleppi þar sem nær allir sjúklingarnir þar inni, sjálfræðis sviftir vegna fíkniefnaneyslu og með erfiða geðsjúkdóma. Jóhannes K. Kristjánsson og Benedikt Ketilsson taka nú við. Það morgun í herbergi í Reykjavík. Ung stúlka sprautar sig með rítalíni. Stúlkan hefur verið í fíkniefnaneyslu frá 13 ára aldri. Hún ekki orðin 20, en eftir 5 ára sprautunotkun hún í dag smituð af HIV og lifrarbólgu C. Þetta sem rítalín? Já, þetta affall. Og þetta rítalín. Þetta sem 30? Já. Viltu sjá konta? Já. Þetta konti, það búið að taka leikana. Já. Hvað þarf að gera þetta oft á dag? Sko, ég kontafíkill, þannig að ég nota 100 af því og það. Ég skipti á fyrir 20, 50 og 50. Já. Og svo fæ ég mér meðaltali 2-3 rítalín á dag. Meðaltali? Já, ég búin að breyta neyslu minni svakalega mikið. Ég var alltaf að fá mér aftur. Alveg sko, kláraði kannski box á 10 með eitthvað, sem alveg 30 stykki. Var að fá mér 4-5 í einu. Núna fæ ég mér bara eina og alltaf 4 tímar á milli. Hefur þú fengið mikið af sýkingum á? Ég var alltaf að fá einu sinni án að bíllinn kom. Já. Alltaf að lífa eftir að hann kom. Þetta velja staðan? Já, ég gæti þyrst að stinga kannski svona 3-4 sinnum. Þetta ekki tómt? Birtumörk. Já. Ég drep mig. Já. Þú drep hana? Já, hendið var alls svona alveg dökkbrún, sko. Það var bara dökk og risastór. Eftir að taka alveg húið af. Leggjast á spítala og svæði maður leggst til það ekki. Til að taka hérna. Og sjá, já hérna gamalt En innvortu sýkingar, hefur þú fengið svoleiðis? Fekk sýkingi í hægri hjartalokuna í hittifyrra. Móðir stúlkunar og hún sjálf ákveða að koma fram í viðtal við Kastljós í vonum að almenningur áttaði sig á því ástandi sem skapast hefur með tilkomu læknadópsins. Þær kom ekki fram í mynd þar sem fordómar í garð sprautufíkla og HIV-smitaðra miklir í samfélaginu. Ég hef alveg upplifað fordóma í sambandi við dóttur minni núna síðast þegar ég fór með henni á föstudagsnóttina upp á spítala. Það mættu við fólki sem horfði á með mikilli fyrirlitningu og manni sýður alveg í hjartað. Hún að veikjast mjög ört núna, hún grípur allar pestar og fær háan hita. Og svo hefur lækkað þessi veirustagli í blóðinu. Hún var í 700 fyrir stuttu en kom niður í 500 og það var hættumörk 200-300 þá þarf hún að fá lyf svo hún fari ekki inn í alnæmi. Neysla á rítalín hjá sprautufíklum algeng og mikil. Fíknin í efnið sterk og fráhvörfin erfið. Sprautufíkill háður rítalíni sprautar sig alltaf 10 sinnum á dag eða oftar. Alltaf í leitað vímunni sem stendur stutt yfir.
Smithættan því mikil hjá þessum hópi sprautufíkla. Það sem kemur mér kannski, eða komið svona fyrst og óvart hvað ungt fólk í harðri neyslu og að nota mikið af búnaði. Það að segja að vera að sprauta sig alveg upp í 60-70 sinnum á einni viku. Gunnlaugur starfar í sjálfboðastarfi með Rauða krossinum í Frú Ragnheiði, gömlum sjúkrabíl sem keyrir Reykjavík og útdeilir sprautum og sprautunálum til fíkla. Við höfum séð dæmi svona verkefni erlendis og það sem hefur borið mjög góðan árangur. Það að jafnvel að fækka nýsmittum á bæði lifrarbólgunni og HIV. Sprenging hefur orðið í HIV smittum á Íslandi. Það sem af þessu ári hafa 9 einstaklingar smitast, einum fleiri en allt árið í fyrra og þeir koma allir úr röðum sprautufíkla. Grunuleikur á að mun fleiri séu smitaðir. Ég búin að vera að heyra svo mikið að sögum núna fólk sem að smitast bara hér og þar og ég hef aldrei heyrt jafn mikið þetta á núna. Mér finnst svo breyting hafa orðið á, það gengur erfiðar að kalla fólk inn, það gengur illa að ná í það segist kannski ætla að koma, það kemur ekki og ef það kemur þá finnst mér að vera meira dofið eða kærulaust, finnst þetta kannski ekki vera, það allavega túlkar það þannig að því finnst þetta ekki vera svo mikið mál að fá HIV. Það svo munur sem ég sé frá 2007. Átt þú von á því að við eigum eftir að sjá enn fleiri HIV tilfelli á bara næstu árum? Já, ég alveg samferður það að ef við reynum ekki einhvern veginn að hamla gegn þessari þróun þá sjáum við miklu fleiri tilfelli. Kostnaður samfélagsins mikill vegna HIV. Þegar smitaður einstaklingu þarf á lyfjagjöf að halda, nemur mánaðarlegu kostnaður alltaf 300.000 krónum hvern einasta mánuð til æviloka. Fyrir nokkrum árum var fjallað lifrarbólgufaraldur meðal sprautufíkla. Í dag 1000 manns smitaðir af lifrarbólgu C á Íslandi og langflestir hafa smitast vegna sprautunotkunar. 2 afbrigði af lifrarbólgu C eru landlæg á Íslandi og eru 50% líkur á lækningu á verra afbrigðinu. Meðferðin erfið og oft líkt við krabbameinsmeðferð. Hún tekur tæpt ár og kostar á mánuði alltaf 250.000 krónum fyrir hvern einstakling. Meðferðin kostar því rúma 2,5 milljón króna. Þetta raun og veru miklu alvarlegar en fólk gerir sig grein fyrir og þar hefum kannski flaskað að koma þessum boðskap út til fólks að þetta að verða algengasta orsök fyrir skorpulifur á Vesturlöndum. Það lifrarbólga C og næsta stig við skorpulifur það lifrakrabbamein, það lifrarbilun og síðan dauði.